Já, hérna í vor og sumar þá fjöllum við svolítið ríkisútvarpi hérna og niðurstaðan var eiginlega svo að við ættum að fjalla ríkisútvarpi svona kannski ekki eins mikið og heilbrigðiskerfið eða skólakerfið en þetta væri svona stofnun og fyrirbrigði í samfélaginu sem væri mikilvægt og þess vegna tók ég nokkur viðtöl ríkisútvarpið við svona gagnrýnendur og fyrirverandi starfsfólk og líka starfsfólk og þannig Birna Jónsdóttir kom hingað sem er dagskrárstjóri Rásar 1 og nú komin annar starfsmaður, Guðni Tómasson, sem er menningar ritstjóri Ríkisútvarpsins. Jú, það er hansi virðulegur titill. Já, og nýr. Já, þetta er rauninni smá tilraunaverkefni að reyna að fá svona eitthvað yfirsýn. Og velur þú þá bíómyndirnar á föstudags- og laugardagskvöldum? Verð ég? Velur þú bíómyndirnar? Nei, ekki, fer ekki alveg svo langt. En það er ýmislegt sem að snýra menningamálum sem að, á öllum sem menningarumfjöllun þá. Menningarumfjöllun, já. Ég nefndi þetta með bíómyndina þegar ég er svo gamall sko. Þegar ég var alveg upp að þá var manni boðið upp á sko stórkostlega myndir þessu tíma. Ég held að ég hef bara verið í 9 ára og þá var ég búin að sjá BBC uppfærslur á öllum helstu leikritum Shakespeare og ég var bara ágætlega að mér í rússneskri kvikmyndagerð og meiri sér sýnt þarna myndin eftir hann Eisenstein þar sem var bara geymt 10. hver rammi. Já. Það var sýnt í Ríkisútvarpinu bara á laugardagskvöldi. Bara verið að tróða alveg efni honni fólk. Já, og maður býr á þessu. Ríkisútvarpið á að vera menningarstofnun og það. Og þegar maður fylgist með Ríkisútvarpinu þá ætti það að vera ígildi háskólagráðu. Einhvern veginn að þetta sagt fjölmiðl, ég held að það verið Times í London sem þetta var sagt það var skvöld á því að það er eins og að vera Þetta er afleiðin og að sömuleyti í þessum samtölum sem ég átti, ég veit ekki hvað þú hefur hlustað á þetta, Jú. Að þá er svona verið að horfa á Ríkisútvarpið svolítið frá þessu sjónarhorni. Þarna komu náttúrulega að rauðaborðinu hjá gott fólk sem að ég kannast vel við, fólk sem að ól mig upp þegar ég byrjaði að starfa þarna upp úr aldamótum. 2001 held ég að ég hef komið fyrst sem sumarstaðsmaður og þá inn í Víðsjá og það var Ragnhildur G. Jónsdóttir sem mitt kom til þínum daginn sem að fekk mig í þann starfa út af sagnfræði áhuga og ég hafði þá lokið B.A.gráði í sögu í Háskóla Íslands og var líka svona tónlistar nörd smá þannig að ég þótti smetla vel inn í þátt sem að heitir Víðsjá og ég hef verið mikið í gegnum tíðina sem að þú og Ævar töluðu líka og Ævar var náttúrulega andlegu leiðtogi okkar á sínum tíma, Ævar Kjartansson. Og hélt svolítið utan svona Víðsjá þegar hún var að taka síðustu skrif. Þegar hún tók af stað. Sem var einhvern tímann á 10. áratunum. Já, þátturinn byrjaði 96. Þegar þú varst drengur. Já, ég kom svo að hann 2001 segi ég. Svo tímabili lengdist hann og var 2 tíma útgáfa og svo hann núna klukkutími 4 sinni í viku á Rás 1 og svo annar menningarþáttur á móti sem heitir Lestin sem er kannski meiri svona popkultúr. Það mætti eiginlega segja kannski að Víðsjá hafi klofnað. Já, að einhverju leyti. Ég var nú ekkit alltaf rosalega hrifin af þessari hugmynd vegna þess að þetta var nú kannski á tímum það sem svona postmodernismin óð uppi og það er rauninni dálítið postmodernist. Klofningurinn? Já. Ég myndi segja sko Víðsjá var það að því að í gegnum Víðsjá var farið að hleypa inn einhverju meira sem var ekki kannski augljóslega þetta flokka sem menningarumræðu. Akkurat. En síðan þegar þetta er klofið aftur að þá verður til eitthvað svona höfum við sko fínulistunar í Víðsjá og svo hefur við svona popular culture í Lestinni. Og ég er ekki sérstaklega sammála því. Ég hef aldrei verið hrifinn af þessar blöndur sko. Í blöðunum í Kanada þá bara vildi ég aldrei þessar blöndur sko. Það eru sammála, held ég. Nei, þá vildi ég þessar blöndur sig að hafa þetta sko saman, hafa það saman. Lesandinn hefði ekki hugmyndum sko hvort hann væri að fara að lesa Shakespeare uppfærslu eða bara eitthvað sem að fólk er að tala sem að séð á einhverju sjónvarseríu sko. Einmitt. Það er nú kannski galdurinn við Ríkisútvarpið sem að því að ég fer nú sjálfur ungur að hlusta eða svona bara unglingsaldri verið að hlusta svona alvarlega á útvarpið að þá það svo margt sem að maður verður fyrir í góðu útvarpi. Maður allt í einu rekst á eitthvað það sem verið að fjalla eitthvað af áhuga og þekkingu að þá sperrir maður eyrun það sem maður kunni ekki að biðja og maður leiðist áfram í menningarneyslu sinni og það það sem svo mikil galdur við þetta. Maður hefur alltaf áhyggjur af þessu núna þegar frambúður eru svo rosalegt á
á til dæmis hlaðvarpi frá öllum heiminum. Þú getur verið með, ég veit ekki hvað ég með mörg hlaðvörpinn í símanum mínum í vasanum, að maður fari alltaf að hlusta á þá sem maður sammála, það sem maður búinn að finna og maður einhvern veginn þrengist alltaf í nálgun sinna út þar. Sá sem hefur óendilegt val hættir oft til þess að velja alltaf það sama. Nákvæmlega. Við kallum þetta piparsvinna samloku. Þegar piparsvinnir hefur alltaf hverju matinn, en flesti piparsvinnir borða alltaf sömu samlokuna. Þannig það getur verið þannig hlaðvarsnotkun. Akkurat. Þess vegna en kannski þetta bara vettvangur sem ekki í boði lengur, eins og ég var að lýsa þarna þegar ég ungur drengur og bara ég bara mataður að einhverju sem ég var ekki að biðja sko, en reyndist mér vel. En það það sem að svona línuleg dagskrá getur boðið upp á, það sem að allir sitja í sófanum og bíða eftir hvar á dagskrá og þá verður spennandi bara, komdu mér bara óvart, raunverulega segir áhorfandinn, en ef þú ert í svona vöru úrvalsframbóði, að þá ræður alltaf hvað kúnninn biður og endanum alltaf bara að biðja sömu true crime þættina sem horfir út í eitt. Já. Svo líka verðum við að horfa til þess að þú veist, alls þar í kringum okkur í Evrópu og ekki síst á Norðurlöndum, þá þetta alltaf þróast yfir það að stafræna frambóðið kemur, það meiri áhersla á það fyrst, svo hlutinni tíndir inn í dagskrána. Hér á Íslandi höfum við kannski ekki gengið alla leiðið þessu, vegna bara einfaldlega við höfum ekki alveg burðina til þess að snúa þessu við 1, 2 og 3, þannig að þetta hægfara þróun. Þú ert í podcastþætti sem vill svo til streymaður. Já, í sjónvarpi líka, það ekki? Já. Bara hvað sem fólk hittir það, við erum eitthvað skoðanir og dreifikerfum. Við erum bara að búa til eitthvað efni og svo bara dreifið því eitthvað. Akkurat. En það sem að Ríkisútvarpið og Rás 1 hefur þurft að gera, það ekki mikið, sko, og það oft talað það hvort að Ríkisútvarpið sé að fara inn á hlaðvarpsmarkað og þar fram eftir göttunum. Ég lít fyrst og fremst á þetta sem dreifileið, að Ríkisútvarpið gerir gott efni, en það bara í hlutarins eðli að það þarf að nýta það inn í línulegu dagskrána líka og það stefna, allavega Rásin rekin. Þá við sumt sem til dæmis á dagskrá Rásar 1 að það bara hið fínasta podcastefni eða hlaðvarpsefni, en það kannski, var ekki fólk að finna að svona það sem svona eftirtal, svona spjall í ég man að það var eitthvað kringum einhvern svona handboltamót og svona sem oft verður sem svona ekta svona chit-chat podcast. Já, það hefur reyndar verið gert með ýmsum hætti. Sem að þú myndir aldrei geta sett inn í dagskrániðina því þetta bara of léttvægt efni til þess að hafa í línulegri dagskrá. Já, en það samt hefur verið gert með ýmsum hætti. Það má til dæmis nefna það að voru nú klárast Ólympíuleikar núna og það voru gerð hlaðvarpsþáttasería sem hét Ólympíusögur, utan við það bara íslenskir afreksmenn sem sögur þeirra í gegnum tíðina, mjög merkilegt gott efni sem því var stemt inn í dagskrá Rásar 2 líka, en var til aðalega sem sagt hlaðvarp. Og já, ég held að fyrst og fremst hugsum við þetta sem dreifileið, það að segja hlaðvarpið sko, og það náttúrulega já, við höfum kannski ekki burði í að framleiða með flóknum hætti hluti sem eru bara inn í þessu stafræna umhverfi, heldur faraði líka inn í dagskrána. Ég held að það sé gott mál. Það er engin ástæð fyrir annað heldur en að dreifa því með þeim hætti til þeirra sem að nota þá dreifileið. Akkurat. Það var ljóta sérviskan ef maður ætlar að stjórna því sko hvar fólk sækir efni sitt. Nákvæmlega. Herðu, sko í fyrstu viðtölunum þegar ég talaði við svona reynda starfsmenn og gagnrýnendur þá þetta sjónarhorn að Ríkisútvarpið standi ekki undir svona menningarhlutverki að það gæti gert miklu betur að þetta sé að þynna svolítið út megnið að þáttunum orðið eitthvað bara svipað og við erum hér í fátækt okkar á samstöðunni sem að ég get talað útvarp og bara kalla á því það er lítil vinna á bakvið þetta að hún sé að verða minni. Já, það eru fram eftir degi svona grunnþættir á Rás 1 sem eru í þessu formati, gestur og kannski 2 dagskrárgerðarmenn sem að fá hann í heimsókn. Það hins vegar, ég nú ekki á því að
Það er svo fyndið með Ríkisútvarpið að fólk er svo oft einhvern veginn að tala einhverja gamla hugmynd hvernig það var einhvern tímann. Mér fannst ég aðeins finna fyrir því þessu. Já, því að ég heyrði það frá starfsmönnum Ríkisútvarpsins að þeir eru auðvelt með að gagnrýna tal sem eitthvað innan úr fornumskými. En ég upplýði ekki alveg þannig. Ég upplýði að Ríkisútvarpið bæði það sem það er og líka það sem það vill verða eða myndi vilja verða. Að sömuleyti þá tók ég að fólk var að tala það, þú veist, þetta er svona óuppfyllt krafa eða þörf eða þorsti eða eitthvað. Og þannig fólk að veltaði fyrir sig, sko, er Ríkisútvarpið gott í þessu, sko? Er Ríkisútvarpið, sko, vakandi fyrir því að endurvarpa, sko, samfélagsbreytingum okkar í sko, listum og eitthvað svolítið. Er Ríkisútvarpið gott Ríkisútvarp? Ef ég tala út frá því sviði sem ég þekki best, þar að segja menningamálunum, þá myndi ég segja að munurinn á Ríkisútvarpinu 2024 og 2001 þegar ég kom, sé ansi mikill. Að við séum mun opnari fyrir fjölbreyttum menningarströmmum í samfélaginu en voru þar. Þá voru við kannski meira með eyrun við það sem er að gerast inn í háskólanum og hugvísindunum og slíku. Það hefur kannski aðeins látið undan en á móti þá líka menningavettvangurinn miklu fjölbreyttari. Bara tökum dæmi. Við höfum núna listamenn í hrönnum eiginlega sama hvert við horfum, hvort sem við horfum á rithöfunda gengið okkar sem er sko á kannski stærri markaði söður í Evrópu heldur en hér á Íslandi. Við áttum bara 3 í sko opnunin á Bærúð. Einmitt. Núna daginn. Sem ef þetta væri íþróttir þá hefði þetta bara verið sko ítt til fréttatífunum bara til þess að segja frá þessu. Við höfum heimspíanista til dæmis sem við getum verið að flytja sem er að lenda inn á listum við sko bestu píanuleikara allra tíma. Við getum verið að flytja fréttir af Víkingi bara sko 3 viku. Það fært fréttinnar til þess að koma við þannig að þú veist menningavettvangurinn er miklu fjölbreyttari, hann er miklu meiri gróska líka en var bara í kringum aldamót og við sinnum þeirri grósku mun betur held ég núna í dag heldur en við gerðum þá og það sem kannski skortir upp á og það sem hefur kannski verið talað ansi lengi þegar kemur á svona menningar hlutverki útvarpsins er að það sé virkari gerandi þar að segja að það teymi til samstarfs við sig listamenn í meira mælin hefur og það er svona það sem að við höfum gert tilraunir til en það hefur kannski aldrei náðust almennilega fundamentur. Þá er til dæmis með það að fá meira listamenn inn í hús til þess að spila tónlist til þess að það er bara svo dýrt já, einmitt og það hefur nefnilega staðið okkur fyrir tryggðum. Það er eins og það er að birta til í þessum efnum og voru að nást samningar til dæmis við félag íslenskra hljómlistarmanna daginn bara svona virkari aðkomu að dagskráni og það ætti að vera hægt að fá þá meira til samstarfs. Það hafi verið gerað tilraunir til dæmis sem má nefna það að Rás 1 var á sín tíma með samtíma tónlistarhátíð og fékk tónskáld til nýsköpunar á 3-4 sinnum held ég að það verið gert svo endist mönnum ekki erindið á sínum tíma var til dæmis tónvakakeppnin sem ég man eftir á 10. áratugnum held ég að það hafi verið það var tónlistar sko flytjandakeppni sem að líka var haldið út í nokkur ár þannig að það er svona ýmislegt sem hefur verið reynt að svona breyta upp með að fá tónlistafólk til dæmis og listafólk til samstarfs. Ríkisútvarpið verði þá svona eins og menningarstofnun og sé svona þáttakandi í menningunni en sé ekki kannski bara að vera eitthvað svona fjölmiðl þar sem er bara kerið eitthvað dagskrá og reynt að lifa af daginn. En varðandi þetta með að miðla menningunni og tala við listamenn þá held ég að við séum og svona láta fólk vita hvað listamenn er að gera þá held ég að við séum sko með opnara, hvað maður segja, gjallarhorn fyrir listamenn á Íslandi en við vorum með fyrir 25 árum segjum. Ég held að við séum fylgjust betur með og að hópurinn sem komist að hjá okkur sé fjölbreyttari og líka má kannski nefna það að samfélagið fjölbreyttara. Já, og líka held ég með sama hætti að má heldur ekki gleyma því vegna þess að það hefur verið heilmikið rætt hér á þessum vettvangi sko svona flóknari dagskrárgerð í útvarpi. Það hefur verið talað með þessu samtölum að hún hafi sko þurft að víkja vegna þess að hún er bara kostnaðarsamari. Já, en hún hefur samt sko ekkert
kannski við komumst minni hana sjálf, en hins vegar í gegnum hugmyndadaga til dæmis, sem að vera haldnir ansi oft núna, ég veit ekki hvað, sé ekki 8 sinnum eða svo, 8-10 sinnum, sem að hafa verið haldnir hugmyndadagar sem fólk kemur inn á götunni með hugmyndir í bæði útvarp og sjónvarp, að þá höfum við tekið inn fullt af röddum og unnið með þeim á mjög spennandi og skemmtilegan hátt. Þá höfum við reynt að hafa þannig að það sé innanhúsmanneskja sem sé einhvers konar pródusent eða framleiðandi að þáttum sem að hugmyndum sem að verða til út í bæ og þetta líka partur af lýðræðisvæðingu útvarpsins, að þarna fólk að komast inn með sín hugðarefni og að ná að framleiða það með fagfólki innanhús. Það kannski munurinn sko, því að það var þannig að það var einhver leið fyrir fólk að koma með efnin í Ríkisútvarpið. En það sem nýjungin að þú og fleiri sem að er fagfólk og frábært í útvarpi, aðstoðar fólk við að gera þetta með betri hætti. Ég held ég hafi nefnt það hérna að einhvern tímann leysti ég af að vera með svona matreiðsluþátt og kom inn í Ríkisútvarpið. Það er bara að skrifa mitt handrit og svona og reiknaði með að ég myndi hitta eitthvað sko. Annan en tæknimann eins og víti bara og playa upptökunni. Þannig að það kom mér óvart sko og ég sagði hvers konar ritstjórn þetta? Þetta við að reyna að koma við fyrir. Nú hittum við fólk, förum með því gegnum hugmyndina. Ég var frekurreitar, ég fór bara ganginn og hitti Magnús Einarsson og suðaði út úr honum að velja músík með þessu og þannig ég reyndi að nota sko þekkinguna sem að var þarna. En manni kom mjög óvart að það skildi ekki vera einhver farvegur sem að var til þess að búa til. Hann er kominn. Og líka það að líka taka margt inn í þessu að sko til dæmis það að í dag er bara slattafólki sem er menntað í svona miðlunum. Það er verið að bjóða upp til dæmis í Háskóla Íslands menningarmiðlun sem námslínu þar og þar inni er útvarpsþáttagerð og mikið af þeim þáttum koma á endanum uppbyttið til okkar. Þannig að sko það er gríðarlegur áhugi á útvarpi. Það er nú kannski sko það finna við að þetta hefur snúist við að krísan í fjölmiðlum í ljósvakamiðlun í dag er kannski frekar í sjónvarpi, þessu línulega sjónvarpi heldur en í útvarpinu. Þannig að það er ofboðslega mikill áhugi og svo eru þetta líka sem að tæknilausnirnar bara af því að maður er svona gamall í hettunni sko. Ég kem þarna upp úr aldamótum og er að taka upp viðtöl fyrir út í bæ og tek viðtöl upp á það var svona mínidisktæki sem að ég síðan þurfti að setja inn merki inn í til þess að þau skipuðu yfir og klippti í rauninni með því svona eins og viðtal og svo var þetta sett á band på gamlamóðin sko. Og þannig var þátturinn búið til og sendur út. Þannig að núna sest bara niður við tölvuna, ég var einmitt eða tekur upp síma og setur kannski lítið mikrofón á endan á símanum og er í góðum hljómi og getur jafnvel klippt á síman og sent efnið sitt inn sko. Þannig að þróuninni þessu hefur verið svo rosalega mikil og Ríkisútvarpið má svona eiga það eða já, það er stundum dálítið olíuskip til dæmis þessi stafræna tækni væðing vinnunar hjá okkur hún gekk á sínum tíma dálítið hægt, innleiðingin var ekki góð á kerfinu sem að svona stóru útvarpskerfi sem að keyptar á sínum tíma, þetta var á fyrsta áratug 20. og 1. aldar. Þannig að það er einhvern veginn svona möguleikarnir í þessari svona stafrænu vinnslu eru bara síðan að koma á síðustu árum svona almennilega upp í starfinu sko. Þannig að þetta helst líka allt í hendur við það hvert hlutverk tæknimannsins er, hvað er það að vera útvarpsmaður einhvern veginn. Náttúrulega hjá BBC eða danska útvarpinu eða eitthvað þá er kannski þáttur eins og Víðsjá með einhverjum sem að rannsakar, skrifa spurningarnar, leggur þar í hendurnar á umsjónarmanni, hann spyr þeirra, hann vinnur aldrei úr efninu sínu, heldur bara fær tæknimaður það til þess að klippa saman, það er kannski 5 manna teymi kringum eitt svona þátt sko. Í staðinn þá erum við Íslendingar alltaf vöni að gera allt sjálf sko, svo þú þekkir, en það gerir það verkum að maður þekkir fleiri
hliðar starfsins og og það er líka mikið dýnamískara. Ég myndi ekki nenni að vera að gera útvarpsþátt og einhvers annars manns taka bara við efninu hans og klippa það bara, sko. Það er bara röddið í nótuð, en ekki heilin og hjartað. Akkurat, maður vill setja bæði í það. Já, en þannig er nú bara að búa til fjölmiðla á Íslandi að við gerum eins vel og við getum á því tíma sem við höfum, sem er ekki oft mikill. Og ég man að þegar ég var ungur blaðamaður og þá reiknaði einhvern tímann hversu marga mánuð það tók mig að skrifa svona Njálu með við allt efni sem maður framleiti. Gafstu lengi því maður? Já, ég held að það verið bara eitthvað 4,5 mánuður, þá var ég búin að skrifa Njálu. Og svo bara tók næsta Njála við. Skrifar. Já, en það bara var svo mikil framleiðslukrafa. En það er að sumu leyti þá kemur eitthvað á móti sem er jákvætt, það bæði það að fá að vasast í mörgu og að henta sumum vel. Og kannski þeim sem ílengjast í þessu starfi hendar það. Það er algjörst lykilatriði varðandi menningarumfjöllun að ég sem dagskrárgerðarmaður hafi áhuga á efninu sem að ég er að kanna og ef ég er að taka viðtal við einhverja listamenn út í bæ að ég sýni þeim áhuga og það smitist í gegnum mig og mína rödd hvað mér finnist og einhvern veginn upplifunum með það fólki finnst til dæmis skrítið að fara mikið á myndlistasýningar í útvarpi en ég segi það gríðarlega gott efni í rauninni vegna þess að það er svo margt í hugmyndalegs eðlis í myndlist samtímans sem er hægt að leiða fram á rólegan hátt í samtali miklu frekar en þú ert með myndirnar ofan og í sjónvarpi líka og þær taka athygliðina einhvern veginn. Það er þessu sem er bókmyndaþáttur í sjónvarpinu en kvikmyndaþáttur í útvarpinu. Já, þetta er gamla sem að, það var ekki byggið sem senda það. Ríkisútvarpinu fyrir. Birgir Andersson nefndi þetta einhvern veginn. Herðu en aðeins að því að þú ert að með ástarjátningar til útvarpsins af hverju dó útvarpið ekki? Af hverju er þessi endurlífgun þess? Já, mjög góð spurning. Ég held að sé tæknin, ég held að séu símarnir, ég held að séu hljóðeinangrandi heyrnartólin sem að fólk getur nýtt sér. Ég get rosalega illa hlustað á útvarpsefni sem er ekki með góðu hljóði og ekki vel unnið. Það er ekki þannig að útvarpsefni hafi sem er betur unnið í dag og almennt séu hljóðgæðin betri heldur var 1980. Sumt og margt og meiri segja en ekki til þess að geta skilgreint þetta meiri segja svona tækni maður er stanslaust að fylgjast með svona þáttum eins og við erum í núna 2 menn að tala saman ég tek til dæmis podcast sem ég hlusta mikið á Restis Politics þeir eru alltaf í sikkura heimsálunni en það hljómar alltaf eins og þau séu í nákvæmlega sama herbyggi þetta er eiginlega alveg magnað hvað þetta getur verið flotta græðir í dag það er kannski tengist sjónvarpinu það komið mér alveg óendanlega óvart hvað ríkissjónvarpið getur ekki nýtt þessa tækni að geta verið bara í fréttunum með fólk sem er bara statt á Dalvík og Dubai og öllu þessi tregða að einhvern veginn alltaf að vinna þetta þú veist, því raunverulega opnar þetta möguleikin á að gera þetta bara on the fly einhvern veginn. Það er aðeins að létta á þessari áherslu. Þetta þurftu að vera miklar hátjélinsur og stórar vélar á öxlunum, þungar vélar sem eðluðu axlirnar hjá tökumönnum ansi lengi. Það er aðeins að breyta. Og verður þessi sviðsetning á fréttum og sviðsetning á efni þar sem að við komum saman inn í einhverju svona þungu stúdíu og ræða sem er svolítið annað en að geta reynilega gert þetta bara eins og við værum að hittast við dúklagaborð og í eldhús í Sveitabæ í Afskjötundal. Útvarp er frjálsara undan þessari áferð einhvern veginn. Sjónvarp er fastara í einhverjum hvað maður segja, einhverju svona matreitu, einhverju sem er búið að ákveða hvað er sjónvarp, svona gerum við þú veist, þess vegna er maður svo skemmtilegt þegar maður stundum rekst á eitthvað sem er unnið öðruvísi, það er hálf bregður við þannig að til dæmis í fréttum þá er alltaf verið að ganga dálítið mikið inn í módelið finnst manni og þetta er ekki eins mikið í alltaf verið að matreiða inn í einhverja fyrirfram sem að ég held að sé bara stórkostlegur vandi sem að sjónvarpsfréttir er í og þurfum við einhver svona endursköpun að það er verið að tróða efni og persónum inn í fyrirfram tilgreind hlutverk að það er ekki boðið upp á neitt annar hlutverk fyrir fátakamannin heldur en Oliver Twist og bara öllu fátakafólki tróðið inn í það hlutverk eins og þess að biðja eitthvað og það, og svo tala ekki þegar við erum með svona stríðsátök og eitthvað fleira þá verður þetta ennþá meira
afhjúpandi að það er eins og sér alltaf að selja ykkur góða kallinn og vonda kallinn og þetta er form sem er svo þröngt og veikt að það bara er ekki hægt að segja neitt sannleika í gegnum þetta form sko. Svo breytast reyndar þessi rammar, bara talandi til dæmis Rás 1 sko. Ég man á sín tíma þegar ég kom þar í vinnu á sín tíma þá heyrði maður sko fyrst, það var einhver sem nefndi við mig sko, hér segjum við aldrei ég í útvarpið, við opnum aldrei, við erum aldrei persóna í útvarpinu. Þetta verður aðeins breyst. Maður þarf aðeins að velja, ég er á því að maður þurfi enn að velja þetta, að maður er ekki bara alltaf að vera að tala um sjálfan sig sko og segja ég, en stundum þegar það þjónar efninu þá er gott að geta sagt þetta. Það er bara margt búið að breytast líki í ytra umhverfni mann þegar maður var að koma upp í mötuneyti í Ríkisútvarpinu í fyrsta sinn og heyrði þessar raddir sko. Gerðu ekki Bjarklind til hliðina á manni í röðinni að bíða eftir mat eða Broddi Broddason sko. Það er svo heita Guð. Það var bara fólk sem var ekki til, það var andlitslaust. Núna erum við einhvern veginn öll, marineruð einhvern veginn í auðvitað samfélagsmiðlum, það getur alltaf hægt að finna alla, þannig að vita allir hvernig maður lítur út sko. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað verra eða betra, en það er bara svo margt búið að breytast á þessum árum. Ég velti þessu svolítið fyrir mér og að þetta með hlutverk blaðamannsins sem að kannski mín kynslóð erfði frá fólki sem að tók til sín svona breytingar sem að verða kannski á 7. áratugnum þar sem að það er skilgreint að okkar hlutverk sé að fjalla almenning samfélagi frá sjónarhóli almennings en ekki frá yfirvöldum og ég kem inn í það og í þessu fylgdi svolítið eins og smá predikunastóll eins og hugmyndin væri svo að við gætum sagt sannleikann þess að segja maður stundum að hljómar alltaf að Bogi Ágústsson ætti að segja áður en opna munnin sannlega að segja yður í fréttum með þetta helst þess að sé eitthvað svona tiltekin niðurstaða en þetta er náttúrulega veröld sem að sömuleyti var mikið power í henni og mikil breyting og stórkostlegur tími í tímum fjölmiðlunar en að sömuleyti var þetta falskt þessar dómkirkjur sem voru smíðaðar að þessi sannleikur sem var verið að halda að fólki að hann, þú veist, þá voru komin á postmóderníska tíman og þá finnst mér til dæmis eins og stundum er ég með jakkana mínum og þá er ég með merki Sósíalistaflokksins því það bara vill svo til að ég er í Sósíalistaflokknum en það þýðir ekki það að ég sé alltaf að segja ég og við sósíalistar og eitthvað hlura en það er svona hluti af því að neita að það sé ekki til hlutverk sem ég geng inn í að ef ég ætla að tala við þig að þá reynir alltaf að tala við sem fjölmiðlamaður og blaðamaður. Já, en við sitjum alltaf hér samt í málgagni. Þú ert alltaf að tala við Gunnarsmann og inn í þessu sko. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að tilheyrir svona okkar tíðaranda líka og ég hef svo tekið eftir þessu og mér finnst til dæmis þessu lestinni sem verið að gera tilraunir með það hver er spyrillinn, hvert er sjónarhornið og sömuleyti þetta er manni skemmtilega að sjá þetta þá dýnamík vera víðar í dagskránni. Já, einmitt sko auðvitað, sko ég held að ég skil alveg þetta með að þú hefur verið að tala dálítið að svona megin hluti dagskrárinnar á venjulegum virkum degi sé dálítið þetta format sem við erum í. Sem okkur finnst lægilegt hérna því við eigum enga peninga en við erum með þetta og svo náttúrulega hittum við fólk sem að bera okkur saman við RÚV sem við erum kannski á 2% af peningunum ykkar og þannig að þetta er bara hlægilegt og þá hugsaðum við að býta hvað er að RÚV með alla sína peninga ef að fólki upplifir það sem við erum að gera hér sem eiginlega bara jafngilt, þetta meikar eitthvað sens. Það er náttúrulega sko við þurfum ég er ekki að segja að sé svona en ég er bara tilfinning sem að maður verður það er eitthvað skekk í þessu. Já, þú hefur náttúrulega verið að horfa djöld mikið samt í þessari umræðu þinni á þessa 3-4 þætti sem eru daglegir, sem eru með þessu formati sem ná þarna fram með hádegi. Síðan taka við þættir sem eru unnari, það er að segja síðdegis þættirnir báðir, eru meira á vettvangi, fara út í bæ og þar fram til götunum. Ég var alveg til að íta þáttum, til dæmis samfélagsþáttunum aðeins meira út í bæ stundum, sko, til þess að vera nýta samfélagið betur. Ég væri til að fá meiri raddir frá landsbyggðinni. Það hefur alltaf ráðningar á landsbyggðinni, nú eru starfsstöðvar á landsbyggðinni en þær eru bara því miður dálítið mikið svona á forsendum fréttastofunar, þær ráðningar og það fólk hefur lítið svigrúm til þess að sinna öðru en fréttaflutningi og þá er ég að tala um að fá meira menningamálin og slíkt inn í dagskrána. Það hefur alltaf verið svona, það hefur verið hægt en það hefur alltaf á því hver er á hvaða pósti, auðvitað, eins og gengur. Ég líka á því sko að það þarf ekki að
gefa neitt rosalega mikið í með Rás 1 til þess að hann verði bara ansi mikið betri. Hverju gera það ekki? Já, bara held ég ekki alla buddur en þá. En sko það eru til dæmis, það mætti vera meiri nýja brum á helgar á laugardögum og sunnudögum. Það mætti vera aðeins, það væri ekki nema 2 þættir á laugardegi og einn á sunnudegi, þá myndi það liftast aðeins upp og þá væri þetta minnka aðeins endurflutning á móti. Ég líka á því að endurflutningurinn, hann byrjar aðeins og snemma á kvöldin á Rás 1. Það mætti vera 1 þáttur í viðbót áður en að dagurinn byrjar aftur, skilur mig. En þetta allt bara, auðvitað náttúrulega hægt að íta öllu til. Síðan aðeins verið að búa, við erum aðeins í smá nýbreytni núna, var tónlistaþættir sem eru svona létt unnir. Það er komið lítill heimstónlistaþáttur, það er komið lítill jazzþáttur, það er komið lítill klassískur, svona samtíma tónlistaþáttur. Ég get fagnað því að því að mér fannst á tímabili sko að Rás 1 eiginlega verið að missa sko bara hefði týnt hlutverki sínu í sambandi tónlist. Enda var líka á heimstónlistin, áhersla sem var á heimstónlist kannski á 10. áratugnum, eða svona aðeins, ég er ekki alveg svo minnur að ég muni það. Mér finnst það alveg stórkostlegt innlegg og svo náttúrulega að jazzinn og til dæmis þegar ég, eins og ég talandi 9 ára mig eða 10 ára mig eða 12 ára mig, að þá ég bara komin með ég get hlustað á alla þessa músík þegar ég búinn að fara yfir það að finnast hún sérstök eða ómstríð eða eitthvað að henni, þannig að Rás 1 smátt og nátt búinn að undirbúa mig sem er náttúrulega, sem bara opnar bara stóra heima fyrir manni. Já, en svo því miður það var starfandi tónlistardeild þar sem voru starfsmenn sem voru meira í þessu, hún var bara lögð niður á sínum tíma. Ég man nú ekki hvernig í hvaða röð þetta var. Það var í tíð Páls Magnússonar. Niðurskurður á sínum tíma sem að var farið í og þá lenti það þeim megin. Svo reyndar breytast tímar og hvernig umgöngumst við músík í dag, hvernig verðum við fyrir nýrri músík er líka mjög góð spurning. Við getum alltaf ekki lifað í því að sé alltaf eitthvað trommutaktur undir við getum ekki lifað í veröld þar sem er bara pop og rock. Nei, en sko fólk samt að finna sér músík með ýmsum hætti öðrum. Það er auðvitað að þú ert með 3 tónlistaveitur í vasanum. Þá endar þau í Piparsveinar-samlokunni. Já, þú fær algoritminn ræður. Þannig að það er, já, ég veit það. En sko, já, kannski að vera mistök að RÚV að gefast upp fyrir til dæmis þessu. Að maður heyri það alveg, maður heyri sko gjaldkeran haldi þessu fram. Ég er ekki á því að við séum búin að gefast upp og ég var nú með tónlistaþátt til dæmis á síðasta ári, alveg núna í allan vetur. Nei, ég er að segja svo þrýstingur á því, maður heyrir alveg gjaldkeran segja það, að fólk leita náttúrulega sinni músík bara hvað sem er í svona einhverjum veitum og eitthvað fleira, þannig okkar hlutverk er kannski ekki ég er ekki alveg sammála því, vegna þess að það er hægt að matreiða hlutina á svo skemmtilegan og áhugaverðan hátt og sýna fólki bara hvað er mikið gróska, svo ég tala nú bara til dæmis klassíska tónlist sem er kannski svona mitt sérstaka áhugamál að aldagömul tónlist, sko tónlist 16. aldar, 15. og 16. aldar hún er aldrei verið eins lifandi svo akkurat núna, sem er svo magnað. Þessi eru kvöldur klassík. Já, og hún getur endurfæðst okkur aldrei verið boðin fram á spennandi barokktónlist til dæmis. Það er aldrei verið boðin fram á spennandi og flottan og skapandi hátt eins og hún er akkurat núna, sem er svo ótrúlega skemmtilegt og þess vegna þurfum að heyra nýja hljóðritanir og að verða fyrir þessu einhvern veginn. Svo getur það líka verið að við séum á tíma þar sem að sko barokkið allt í einu stendur okkur nær heldur en kannski það var fyrir fólki sem var fyrir 30 árum. Það er þessi svíkvika sögunar. Herðu, en ástæða því ég nefndi þessa þætti sem eru eins og þessi þáttur. Þá ég held ég hafi gert það sem dæmi það hvort það væri ekki bara ómikil stöðnun í dagskrá. Við nefndum Víðsjá sem er kannski bráðum 30 ára og var á sínum tíma þegar hún kom að það var nýjung í henni og kannski hún hitti bara einhverja svona deglu sem var þannig að allavega tímabila þá var hún farvegur fyrir svona eins og svona nýjar spennandi hugmyndir svona eins og fjölmiðlar þurfa að vera. Það er að vera eitthvað svona skjálfti í þessu svona eitthvað víbringur sko. Það má ekki vera allt fyrir sjáanlegt og svoleiðis. Og svo erum við með þessa mannlegu þætti sem að heita alltaf einhverjum svona nöfnum en eru að stofni til líklega jafngamlir sko. Og svo ertum við morguþáttinn og ég geti ekki dæmi sko morguþáttur Rásar 1 sko, mér finnst þægilegt að vakna við það.
kannski tala aðeins og hægt sko fyrir minn smekk sko, eins og ég tala eins og ég sé sko 85 ára, að það verði að vera svo eitthvað. En til dæmis í þeim þætti að það er hringt í Arthúr Björgvin á hver einustu viku og það er hringt í frænda minn í Stokkhólmi að tala ferðamanna túrista, og þú þekkir þetta og þetta bara eins og maður sé bara til smá stund sko, eftir nokkra vikur þá maður bara eins og maður sé í bara Groundhog Day, það sem svona og ég sem bara fjölmiðlamaður, maður horfir á svo þætti og það er alltaf hætt á því, þú veit kannski með, jáfnvel sko vinsældirnar geta drepið því sko, kannski með mannlega þáttinn milli 11 og 12 og þú veist það er bara með trygga hlustendur og þeim líka raddirnar í viðmælandunum og hvernig þau eru svona hálfstríða hvert öðru en svo smátt og smátt og bara er alltaf að detta inn og maður byrja að læra þetta sko að já þarna fyrstu 20 mínútuna það var svona efni og svo kemur þetta efni svona formúla einhver. Já, og sem svona gamalt fjölmiðlamaður þá bara klæja mann í lóan að sko hrista aðeins upp í þessu sko því að stundum þó það sé ekki lausnin að breyta forminu, að þú færð ekki innihald með því. Að þá er stundum gott að breyta forminu til að hleypa innihaldinu á eitthvað svona smá og maður hugsaði, þú veist, þetta er bara svo draugaskip sem að siglir. Þannig er ég ekki sammálaðir. En það gæti verið þannig að leið og þú raskar einhverju til að þá náttúrulega hringi síminn og hvað er harmoníku þátturinn? Ég held að sé 20, sko, ég held að sé líka, eins og ég var að nefna á þann, það eru nefnilega búnar að vera breytingar. Fólk bara einhvern veginn tekur ekki eftir þeim, sko. Það er ekki gott. Nei, já, en sko, er það ekki bara akkurat eins og svona stofnun innan gæsalappa eins og til dæmis ef við getum tekið Víðsjá eða við getum tekið Rás 1 almennt er það ekki einmitt þannig sem að svona batteri á að þróast hægt og rólega og það gerir það á endanum sko. Það er allt annað fólk, þess vegna ennumlega stundum held ég að fólk að tala einhverja gamlar hugmyndir Ríkisútvarpið. Það er búið að þróast heilmikið hvernig við tölum við hverja við tölum. Ég held að vettvangurinn sé opnari. Ég held að sé auðveldara að vera sér upplýsingar starfsemi Ríkisútvarpsins bara í gegnum skýrslur og í gegnum upplýsingameðlun stofnunarinnar. Ég sko er ekki á því að þetta sé eitthvað Pandora box sem að með ákvarðanir þarna sko eins og kannski glittaðins í umræðum svona út frá þessar greinina Láru Magnúsardóttur sem að maður er sammála sumu í og eru ekki auðvitað eins og gengur. Maður bara virðir hennar svona, ég er náttúrulega gamall fjölmiðlamaður og ég get ekki verið alveg sammála áherslu henni sko fólk úr hugvísindunum sem ætti að stýra fjölmiðlunum. Sko. Ég geng með þá grillu að sko fjölmiðlun sé einhver leiti, ég veit ekki hvort ég að kalla hana sko fag eða listgrein eða þetta er vandræði hvað þetta er, en þetta er þarna þótt að við getum ekki alltaf orðað það. Ég er líka á því að við sko ef við bara svona lýsi reynslu minni af starfið þann innanhús, þá held ég líka að við séum okkar á milli í virkara samtali en við höfum bara verið á mínum tíma þarna allavega. Virkara samtali og opnara samtali en hins vegar náttúrulega þarf alltaf og það er nú kannski fyrst og fremst verkefni dagskrárstjórana að setjast yfir prógrammin og einmitt spyrja þessar spurninga, eigum við að rista upp í hlutunum. Það verður að taka það inn í myndina, núna Fanney sem að þú varst búin að tala við, hún er ekki búin að vera í ár, held sé, reyndar, 1,5 ár kannski, uppundið það, en það er svolítið rennið fyrir henni að takmarka peningar. Já, eflaust. Sem úr að spila. Já, akkurat. Þannig að hún var eiginlega bara að kalla eftir því að verði stofnað svona starfslaun útvarpsfólks til þess að hleypa inn einhvern veginn hann eða sé eitthvað svona sísköpun í bara útvarpi á Íslandi og þá hljómar það svolítið að RÚV bara hefur ekki fjármagn til að vera svo degla sem að kannski gagnrýnin á ykkur kemur fram að við viljum að þið séu það. En samtalið dagskrána, samtalið okkar á milli dagskrána og í stefnu hennar og hvað er að bjóða fram virkar og opnara en ég hef upplifað það. Á göngunum. Já, og bara í okkar hóp líka sko. Það er opnara, stærri hópur sem kemur að umræðu dagskrána en verið hefur. Þannig að öflugur í svona ritstjórnarfundir. Já. Ekki hver bara vasast í sínu horni. Algjörlega og það var kannski því miður verð ég að segja að þá heyrði ég það þegar ég byrjaði á sínum tíma
dálítið það sjónarhorn. Sestu bara yfir þinn þátt, passa þú bara upp á þinn þátt, sett undir þig hausinn og hugsaðu bara um það hvert þú ætlar með þinn þátt. Ekki hugsa um heildina. Ekki mjög heilbrigt sko. Já, ég myndi ráðleggja ef það kæmi til mín ungur dagskrárgerðarmaður á RÚV, segjum bara á lestinni. Það sé, heyrðu, lítu bara svo á að lestin sé bara sjálfstæður fjölmiðill. Já. Gleymdu því að þú ert á RÚV. En það er samt ekkert sérstaklega heilbrigt sko, inn í hópinn sem Nei, þetta er vandrú mín á RÚV sem liggur í ráðinu. Spurning hvernig maður er að blanda þessu saman. Ekki sökkun í bönkurinn. Nei, en svo er líka annað með það að sko, svo ég vitni nú aftur, 20 ára aftur í tíman eða svo, að sko, Ríkisútvarpið var miklu deildarskiptara og uppbrotnara þegar ég kom að því fyrst heldur en það er í dag og það má til dæmis bara útskýra með mjög einföldum hætti eitt af besta sem Magnús Geir gerði sem útvarpsstjóri finnst mér var að hætta því að vera með 10 kaffistöður húsið og bjóða bara búið eina fram á torgi þannig að þá verður til einhver deigla og fer maður að pikka í Boga Ágússon og rósonum fyrir eitthvað sem hann gerði eða benda ekki það var nú vanti rósið nei, ég meina benda fólki auðvitað, benda fólki að við verðum einhvern veginn að hugsa um okkar sem einhvers konar heild sko og það er svona maður vill alveg upp rúvara líka, skilur mig, það er mikilvægt að okkur þykir vænt um þetta verkefni og það er líka mikilvægt að bara stjórnmálumönnum þykir vænt um þetta verkefni. Það er mikilvægt að stjórnmáluflokkarnir velji gott fólkin í stjórnina, vegna sem þegar hann aðeins verið að tala um það líka. Fólk sem er víðsýnt velmentað og getur spurt spurninga inn á stjórnarfundum. Það var nú aðra að tala um það að það er stjórn yfir stofnuninni. Sem að má ekki fjalla megin hlutverk stofnunar sem er mjög sérstakt. Þetta er eins og verið með stjórnir við bakari og má ekki tala brauð. Ég held reyndar að hún geri það, sko. Hún geri það bara hún fær kynningar á dagskrá reglulega. Líklega, ég veit nú ekki hvað það er oft, alltaf sé ekki allavega 2 á ári, geti ég trúað. Að þá fær hún kynningu á svona helstu þáttum í dagskrá og hún hefur þar svona samtalsrétt um hana. En hún á ekki að vera að vasast í ráðningum eða einstökum þáttum eða að velja fólk inn á pósta eins og Ævar fór nú vel yfir með þér ekki svona einstökum viðmældum við viljum ekki snúa aftur í það hvað gengur þið til Guðni að vera að kalla þennan mann í viðtal það er ekki gott það bara kemur fólk ekkert við Herðu en það er eitt sem er með samheldina í starfsmannahópnum að það getur orðið til svona böngur sérstaklega í RÚV sem allir hafa skoðanir á alls það sem þú ferði í fermingaveislur og þá ferðu messur yfir þig hvernig þetta á að vera okkar fleira svo kemur á vinnustæðin og þá ver hópurinn svo oft á því að það sé bara bögg og þetta sé eitthvað vitleysa og þá getur orðið til svona inngróin stemming að allt sem að við erum að gera er rétt og það er önnur hætta sem er með RÚV að því að RÚV að það er náttúrulega löngu áður en þú komst þarna inn að þá er gríðarleg saga og margir búin að leggja inn í það og þú kemur þarna inn og gengur inn í veröld sem aðrir hafa byggt upp og ert á öxlunum á risum en stundum er mannlegt að gleyma því og finnast einhvern veginn að þetta sé allt gert fyrir maður að segja verðleika og það er allt sem að mér dettur í hug sé þar leiðandi sko stórkostleg menningarleg verðmæti þetta er vandi sem að RÚV hefur allavega átt við ég manni svona eftir tímabilum sem eru erfiðleikar Já, ég sko talandi um böngur því að á sama tíma þarf að vera sko eitthvað svona mjög áköf sko endurnýjun og þörf sko ég er nú á því samt sko skilabóðin sem ég fæ langmest er bara væntumþykja fyrir verkefninu og einmitt hvatningu að gera betur og þess vegna er bara gaman að taka þátt í þessari umræðu þetta en sem er hvatning til þess að gera betur þótt að hljóma ekki alltaf þannig? Nei, algjörlega, einmitt, já, ég meina þú veist, gagnrýni er bara að rýna til gagns sko og það er það sem að nákvæmlega þetta hefur snúist hér og ég meina bara frábært að fá að tala um útvarp maður fær aldrei að tala um útvarp en sko ég er á því að við
þú veist, við séum einmitt ekki, allavega ekki, nú tala ég náttúrulega mest út frá Rás 1, sko, af því að ég hef bara mesta reynslu á því að starfa þar, að við séum alls ekki í einhverjum bunker, sko. Ég held að þetta sé alveg opin vettvangur. Að þú ferður svona yfir það hvernig var tekið við grein Láru í Skírni. Var það ekki þannig að, já, Lára, eitthvað, já. Var það ekki þannig? Nei, veistu að það var bara, þetta var bara rætt mjög opinskátt þeir sem fóru í það að lesa hana, að þeir rættu, það var bara rætt mjög opið það hvað væri rétt í, fólk til dæmis ekki sammála þessu með aukna aðkomu stjórnarinnar að dagskrár starfsfólkið. Valdinu, já, nei, ég finn ekki fyrir því. Ég persónulega ekki nú verð ég nú ætlum ég bara að segja það, ég sótti þetta starf sem að Fanney fékk og það gerir Lára líka, en ég ekkert endilega á því að það þurfi doktorsgráð í hugvísindum til þess að vera dagskrárstjóri Rásar 1. Auðvitað En ert þú ekki með hana? Nei, en það sem ég á við að grein Láru er líka mennta pólitísks eðlis, sko. Hún er að benda á það hvað á að gera við doktorsgráðurnar, hvert eiga þær að fara ef ekki stjórnunarstöður hjá stofnunum út í bæ, vegna þess að það geti ekki allir farið inn í akademíuna, það er bara ekki nógu margir stólar, sko, sagnfræðideildina. Þannig að, þú veist, það er mjög margt í þessari grein sem er ekki endilega Ríkisútvarpið líka, sko. En Ríkisútvarpið kannski tekið sem dæmi en það hefur hún líka skrifað svona sambarleg efni en ekki verið með Ríkisútvarpið í svona forgrunni. Já, og það er margt sem að ég held að sé alveg rétt í þessu til dæmis, að ég held að það má alveg bæta til dæmis skráningu á dagskrár efni til þess að við fáum skýrari yfirsýn yfir það hvað er hvað í dagskráni. Við til dæmis, ég held að sé ekki einhver 15, það var nú aðeins borið á góma í þessum samtölum, til dæmis kynjaskráningin er ekki eitthvað 15 ára gömul. Hún hafði þau áhrif þegar við fórum að skrá kyn að við komumst bara ekki upp með að vera að tala alltaf við kalla. Við þurftum að fara að blanda þessu saman og þetta bara kemur í kollin á manni að maður þarf að blanda þessu saman. Það er bara svona tól til þess að vinna vinnuna sem maður veit af, vegna sem maður þarf að færa inn hverjir eru viðmælendur. Ég hef lagt til svona stjættarlegt tól, þannig að það sé tala líka við lágtekjufólk. Já. Það sé ekki alltaf vera að tala við millistéttina og en að mentu við millistétt. Nei, en við höfum heldur ekki að tala við lágtekjufólk bara af því að það er lágtekjufólk. Nei, mannað, alveg líkilegt. Það er það sem ég var að tala áðan með Oliver Twist, sko, það sem að eina skipti sem að fátækimaðurinn kemur á má að leika þetta hlutverk. Já. En það er alveg sama hvað skoðun hann hefur á RÚV eða... Já. Ég held að sé nú snúnara kannski að svona... það er bara eitthvað sem þarf að ræða í dagskráni og í dagskrársamtalinu að við þurfum að gera betur að því að ná í ólíka hópa. Ef ég bakka aftur í tíman, 20 ár, þá vorum við miklu meira í háskólafólki heldur við erum í dag. Miklu meiri sérfræðingum, held ég. Og innflytjendur, það er ég man eftir... Þeir koma meira við sögu í dag. Ég held að segja samt ekki nema svona 6-7 ár, síðan ég heyrði í morgun útvarpinu á Rás 1, viðtal við pólskar konur sem töluðu með svona með þessum þykka pólska reim. Nú komið fréttamaður inn á fréttastofu með þykka pólska reim. Og ég hugsaði, nú bara komið vor í Ríkisútvarpið og þá reiknaði maður með svona, nú væri bara búið að opna fyrir, en svo bara liðu tíminn og þetta gerist svona rosalega hægt og ég býst við að það sé álag fyrir Ríkisútvarpið að vera með viðtal við fólk sem er með þykkan reim, að það hringi hlustendur og kvarti yfir því að verða eins og skemmtileg persóna sem var í Little Britain sem heyrði aldrei hvað indverska konan sagði. Það er bara fólk sem er bara með þrönga eyru og eru bara óvön því að heyra íslensku með fjölbreytilegum reim og það kvartar. En það er náttúrulega einhver leyti ber Ríkisútvarpinu að ryðja brautina þannig að svona alls konar íslenska sé orðið bara venjuleg íslenska. Og við erum bara mjög harð á því. Við reynum ef að þú getur sem viðmælandi bara treystir þér til að tala íslensku, þá erum við bara róleg með það að þú talir aðeins öðruvísi en fólk er flest og það er bara mjög mikilvægt að við hefum þessar rættir. Mér finnst líka, bara svo við nefnum það er eitt sem að hefur látið undan því miður í svona menningarumfjöllun finnst mér að það er að við tölum ekki eins mikið og við gerðum hér áður fyrr, bara fyrir 15 árum við sem sagt
útlendinga, þessar útlenska fræðimenn, listamenn og svona, bara af því að það er tímafrekt, það þarf að þýða og það er bara snúnara að gera þannig útvarp. Þannig að við höfum aðeins látið undan síga með það því miður og það var á sínum tíma þegar við vorum fleiri og höfðum meiri eins og til dæmis þegar það var bara fjölmennara í ritstjórn Víðsjár að þá höfðum við meiri tíma í að dunda okkur við það, meiri sér á tímum þegar tæknin var miklu þyngri af því að við vorum fleiri á ritstjórninni og þá gátum við komið með hugmyndastrauman inn í landi sem að fólk var að koma með til dæmis inn í háskóla eða háskólasamfélagi hér og var að halda fyrirlestra og svona, en núna bara veirum okkur við því vegna sem við erum að fá. Og það er búið að vera fækkun í starfsmannaliðinu og maður er að gera meira sjálfur líka af því að maður er að klippa og vinna alla leið útvarpsefni sitt og það er bara það að búa til mikinn kliftan útvarpsþátt talandi með til dæmis erlendum viðmælendum er bara meiri háttar vinna sem að maður er að maður er að draga niður tímakaups í staðan sem mikið með því að fara í það flókna dagskrárgerð vegna sem maður þarf að vera fram á kvöld og klára. Við þekkjum þetta hér. Þú þekkir þetta? Já, þú veist að við metum það sem svo líka því að við sendum út í sjónvarpi útvarpi og höfum ekki efni á textun og við sendum sama prógramið í útvarpi og sjónvarpi þannig að textun í sjónvarpi hjálpar okkur ekki í útvarpi þar sem við megum ekki bara senda út erlenda tungu og þá segjum við bara sem svo að ég meina þetta er bara takmarkanirnar sem við erum að lifa innan og að einhver leiti er þá bara hlutur okkar að koma inn í íslenskt málumhverfi þessum hugmyndum með einhverjum hætti. Þannig þá er eins og þú kannast við að stundum getur hindranir verið líka bara opna einhverja aðra leiðir. En það sem að mér fannst með hana eftir samtalið við hana Fanny Birnu, þá talaði hún eiginlega að takmörku fjárútlát, takmarkað peninga til þess að búa til dagskrá og hún nefndi að við ættum að skoða svona starfslaun útvarpsfólks, kannski með þeim rökum að ef við tækjum bara allar þá svona menningar og samfélagslega umræðu sem á sér stað í útvarpi og berum hana saman við bækur og sem eru studdar eða bíómyndir sem eru studdar eða allt þetta sem er studd og bara komið tími til þess að horfast í augu við að útvarpið er bara einn af stoðunum í menningun okkar og við ætlum að hafa heilbrigða og góða menningu að þá ættum við að fara þá leið. Það myndi fela í sér að ákvarðanir efni eru teknar þá hjá útvarpsfólkinu sem að sækir í ykkur slíka sjóði og kannski ykkur útlutunarnefnd þar og þá erum við kannski komið með svona útvarp sem að væri einhver leiti svona ritstjórn sem að væri, en svo væri að kaupa svona efni svipað og kannski einhver leiti sjónvarp er að stóru leiti orðið, ef við myndum bara að fara með ríkis sjónvarpið 40 ára fyrir tíman, það var meira minna búið til innanhús, en núna er þetta stóru leiti keypt utan að. Það er náttúrulega vísir að þessu í gegnum þessa hugmyndadaga en það er náttúrulega ekki utanakomandi framlag. En ef að Fanny Birnu yrði að ósksinni, hún fengi sér 3 bjúgu, að þá væri við kannski komið með ríkisútvarp sem væri öðruvísi, sem að væri svona að sömuleyti torgið sem er inni hjá ykkur, að það myndi bara fella 4. vegginn og það veri opið. Er þetta eitthvað sem að ég man að ég fekk óttastu að missa þessa ritstjórn sem að Ég held að ritstjórnin þarf alltaf að vera í gangi innanhús, Ég meina, BBC bara vegna þess að, til dæmis, svo ég nefnir það sem dæmi, vegna þess að þeir hafa í gegnum tíðina, veit ég, keypt mikið útvarpsefni af bara framleiðslu fyrirtækjum sem að bara pizza hugmyndum og fá þær samþykktar eða ekki. Bæði er náttúrulega ákveðið að fara í einhver verkefni hjá þeim, af ritstjórn innanhús. Og svo er líka tekin ákvörðun það eftir á þegar það er búið að gera 6-8 röð að setja hann aldrei í útvarpið, skilur mig. Þannig að það er alveg til í, þeir henda efni. Ég held ég hafi í alvörunni hent 1 viðtali eða 2 viðtalum á öllum þessum 25 árum eða hvað það er, Maður gjör nýtir allt. En og svo hef ég líka eins og tvisvar unni fyrir BBC og þá spyr maður hefst viltu að ég gangi frá á ég að klippa á ég að ganga frá efninu það er bara hlæjamanni neini fullt af fólki til þess veist, þannig að þetta er auðvitað allt annað ég held að svona sjálfstæð útvarpsmennska verði seint á Íslandi með þessum hætti það er að segja að verði sjálfstæð fyrirtæki út í bæ sem að framleiði fyrir útvarpið Ég hins vegar held að við munum áfram þróa í þessa átt að fá
alls konar raddir inn í útvarpið og hjálpa þeim við að búa til sitt efni og það bara meira átt að þróun. Þessi hlaðvarpsritstjórn sem að Anna Marsibil leiðir hjá okkur, Anna Marsibil Klausen, hún svona hlaðvarpsritstjóri. Hún að fá alls konar hugmyndir og langt fram í tíman með þar í röðum, oft hluti sem að koma í gegnum hugmyndadaginn, líka með öðrum leiðum. Hún nösk á að finna mjög spennandi sögur úr fortíðinni til dæmis og fá þá sem með þær sögur til þess að koma og vinna með okkur og hjálpa þeim við að gera þetta sem bestu garði. Það hægt að gera útvarpsþátt allt. Og það hægt að gera spennandi útvarpsþátt eiginlega allt líka. Sko. Þú getur ekki búið til góðan þátt Hurðahún. Já, það nákvæmlega. Þannig að það endalaust hægt að bara matreiðslan skiptir svo miklu máli ef maður bara fengi tíma til að setjast yfir hugmyndirnar. Það nú það sem maður vantar stundum. Sko. Og líka bara, þrekið. Sko. Þú þekkir það. Þegar þú færð rúllar eins og byrja það að vera búin að rúlla heilum vetri af menningaþætti í útvarpi og taka viðtöl alla daga, maður alveg farin að hugsa sér að komast í sumarfrí, sko. Þú veist, vegna sem maður alltaf að gefa af sér, maður að hlusta með opnum huga, það ákveðin tækni að taka viðtöl og allt þetta ákveðin performance líka. Þannig að maður á Þetta endurnærandi líka að fá að gera það sem að maður heldur betur. Ég meina hann bara þvílík forréttindi eins og ég búin að vinna í 25 ári við listir og menning á Íslandi sem okkar merkilegasta fólk. Listafólki sem að gera svo ótrúlega hluti á hverjum einasta degi og fá að spjalla við það það, allt það flotta sem þeir að gera. En bara ekki draumur, sko. Ég ekki að kvart eina sekúndu. Ég að velta verið með þetta sem ég að vitna í hana Fanny Fjölmu. Kannski það vegna þess að hún þekkir stjórnmálin. Kannski þetta svona hugmynd sem hún með vegna þess að það eiginlega pólitískt ómögulegt að Ríkisútvarpið fái aukin fjárútgjöld, fjárveitinga frá ríkinu. Að þá sé þetta kannski leið til þess að ná inn peningum inn í dagskrárgerð og til þess að þroska áfram útvarp væri að búa til svona starfsfélagsins. Þetta ég held að ég hafi náð að fá einu sinni úr þessum sjóð á sínum tíma þegar hann til, menningarsjóður útvarpsstöða. Man ekki hvað það voru, hvort það var þáttur sem ég gerði þegar ég fór til Parísar að tala við Erró einhvern tímann fyrir mörgum árum og fékk þá eitthvað smá framlagið það. Það var nú ekki til þess að hækka launin neitt en það hjálpaði aðeins til. Svo með útskýrta þá það þannig að það stuðningu við bókaútgáfu í Íslandi þannig að það rithöfundarnir sem að fá styrk sem eru þeir sem að búa til efni upphaflega. Þar leiðandi niðurgreitt þeirra að vinna, þannig bókaútgefandinn borgar þeim minna en raunvirði sem hann að fá. Ef þeir fá listamannalaun. Ef þeir fá listamannalaun. Og stundum þetta reynda þannig að þeir fá sko minna úr starfslaununum plús það sem þeir fá frá útgefandunum heldur eiginlega réttlætanlegt, þannig það bara. En með því að þá þetta jafnframt stuðningur við bókaútgefandann sem þá fjölmiðlinn í okkar tilfelli og svo við prentarann og bóksalann og allt það sé sniðugt að í staðinn fyrir að styrkja stofnunina eins og gert núna með stuðningi til enga fjölmiðla að þá sé klókara að styrkja fólki sem að býr til efnið. Það bæði lýðræðislegra, að það svona dreifðara, en á móti kemur að það kannski, einhver geti haldið fram að gildi fjölmiðla ritstjórnin sjálf, þannig að það sé ekki gott að horfa fram á það að við séum með bara dreifða fólk sem bara að vinna heima hjá sér út alla trissur. Heldur verðum við líka að eiga, en ég held að þetta útilokki ekki hvort annað, en ég held að þessi hugmynd hennar sé líklega sprottin upp á því að þetta bara þessi pólitískt ómögulegt að það sé hægt að flytja fram frumvarp á Alþingi að það sem að dagskráin á Rás 1 mætti vera aðeins betri og þá við mættum hafa fleiri unnað hætti að þá ætlum við að henda svona eins og 1 milljarð í viðbót í Rás 1. Já, ég meina það eru auðvitað bæði ytri kraftar á Ríkisútvarpið og á Rás 1 og innri kraftar. Það eru líka kraftar innanhús. Það hvernig fjármunum dreift. Það dýrt að halda úti Ríkisútvarpinu. Við erum í dýru húsnæði, við erum með lífeyrissjóðskröfur sem að langt aftur í tímann sem eru baggi á rekstrinum.
ennþá sem ekki búið að leysa úr. Áttu ekki að leysa það með að selja lóðirnar í kring? Já, það bara fór ekki hálfa leið held ég þekki það nú ekki alveg, en hérna... Tók ykkur penningin? Nei. Það leyst ekki vandan? Nei, það leyst ekki vandan og svo náttúrulega bara kerfin í þessu húsi eru mjög dýr, bara kaupa eina linsu á kameru inn í fréttastúdíu hleypur á milljónum, 20 milljóna og svo framvegis það er mörg kerfi sem eru komin til ára sinna sem hafa verið smíðuð innan hús sem eru ekki brúkleg mikið lengur þannig að allt þetta þarf að hugsa þegar það kemur að rekstri útvarpsins. Ég held að sé ekki auðvelt að vera útvarpsstjóri bara þú er ekki það sé sagt. Þú er ekki svolítið það. Nei. Og bara þú veist það eru kraftar á það embætti sem virka á það embætti sem maður bara vill alla hugsa held ég. Nei. Og mikið af þeim fjármunum sem Ríkisútvarpið hefur það er ekki allt sem að fer í ykkur að skapa þetta sko. Nei, bara skiljanlega ekki sko. Þú veist og það væri rosalega kannski full mikið sem að fer í annað bara kann að vera eins og ég segi en það er svo margt sem þarf að smíða fyrir samtíman, það þarf að endurnýja tæknibúnað, það þarf að hanna spilara fyrir efnið veist, og svo framvegis halda þessu öll úti þannig að það er bara væri rosalega gott og ég veit að það er reynt eftir fremsta megni að setja sig mest í dagskrána en það er bara margt annað sem þarf líka með veist. Þannig að já, þetta er snúið reiknum dæmi held ég. Herru, Guðni, takk fyrir að koma hingað og tala útvarpið og sérstaklega Ríkisútvarpið. Mín ánægja. Og þetta eru lokin hjá okkur í kvöld og við erum ekki á fjárlögum og við seljum eiginlega engar auglýsingar þannig að ég verð að vekja athygli á því að það eru þið áhorfendur góðir og hlustundur sem hafið byggt upp samstöðuna með því að gera það áskrifendur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem áskrifendur áskrift, það getur skráð ykkur fyrir að kosta bara 2.500 krónur á mánuði. Þið megið borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem er svona samfélagsútvarp, ekki þjóðarútvarp kannski, eins og Ríkisútvarpið. Þetta er gott í bili, við verðum hérna við Rauðaborðið aftur á morgun klukkan 8, sjáumst á og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.